Næsti liður skólastígur 4. Það fyrirspurn frá bæjarfulltrúum Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs varðandi húseign að skólastíg 4. Og það Kristín Sigfúsdóttir sem tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við bæjarfulltrúar Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs sendum fyrirspurn til bæjarstjóra fyrir fundinn varðandi vaxtaræktina EHF og lóðina við skólastíg 4. Nú það svo að þarna við skólastíg 4 risið þetta stórglæsilega hús sem eign vaxtaræktarinnar EHF en skráð hjá fasteignamati ríkisins á fasteignir Akureyrar. Og í dag voru vélar að verki og þar verið að keppast við að ganga frá, en ekki seinna vænna að þrífa lóðina og að reyna að klára þar í kring því að aldursflokkamóti í Sundi verður opnað á 50 og síðan stutt í landsmót. Og þarna verður ábyggilega þokkalega gengið frá ef þeir hamast við að klára þetta. Enda var það mikið lagt upp úr því og ég sé að það gengur ágætlega núna. Ég get þreytist ekki á því að minnast á það hvað ég var alveg ótrúlega hneyksluð á því að byggja þetta hús þarna á sínu tíma. Og mér finnst heldur þröngt þessi tæplega 30 börn sem voru þarna leik við Sundlaugina núna rétt áðan. Voru þar í svona á einhverju hoppidínu uppblásinni og ég fullir að þetta sé fjölsóttasta leiksvæði, óskipulagða leiksvæði svo sem hérna á brekkunni. Ákaflega vinsælt, en þetta ótrúlega þröngt þetta núna, minnst eins og það er. Og það var sannarlega, fannst mér bagalegt að verða ekki við því þegar að 1500 manns skrifuð undir og voru á móti því frá Sundfélaginu Óðni og margir fleiri reyndar, að voru á móti því að byggja þetta á sínu tíma. Nú ég sendi þessar fyrirspurnir, við sendum þessar fyrirspurnir og ég legg áherslu á að það gert til þess að það sé skýrt og við fáum svör við því hvernig stendur á því og ég ætla aðeins að reifa spurningarnar með leyfi forseta. Það að samkvæmt upplýsingum frá fasteignaskrá ríkisins að vaxtaræktin EHF við skólastíg 4 en á eignaskrá hjá fasteignum Akureyrar og því var eftirfarandi spurningum beint til bæjarstjóra. Hvað stendur í vegi fyrir því að þinglýst verði eignarhaldi vaxtaræktarinnar EHF á fókheldri hústeign vaxtaræktarinnar EHF að skólastíg 4? Fordæmi fyrir því á Akureyri að einkaaðila sé heimilað að byggja á lóð til almenningsnota, svo sem skólalóð eða íþróttasvæði? Og svo í þriðja lagi tryggt að hvorki verði gefin út viljayfirlýsing eða leyfi fyrir næstu kosningar til einkaaðila að byggja á mikilvægri almenningslóð í eigu Akureyrarkaupstaðar. Þessar vangaveltur settar hér fram því ég held að sé fyllilega tímabært að það sé unnið þá betur í því að þessi eign sett yfir á þá aðila sem þar eru og sem eiga hana eða eru þarna í framkvæmdum og eru greiðslu aðilar eins og það skráð hjá fasteignum ríkisins. Og það sjást allt í lagi með veðbönd og allt slíkt en það ágætt að þetta á hreinu, rétt eins og þetta við húsið sem stendur í Laugardal og þar sem Reykjavíkurborg stóð þannig að það var auglýst eftir aðilum til að koma og reka þar líkamsræktarstöð sem þá algjörlega sjálfstæður eigandi að þeirri stöð þó það séu þá lóð Reykjavíkurborgar. Og ég veit að ég aflaði mér þess upplýsinga hér, það allt í lagi með greiðslur og annað slíkt, eða ég reikna fastlega með því, það. Fékk þær upplýsingar hér á fasteignadeild. Svo ég vildi bara vita hvort það nokkur hætt á því að þetta bitnaði eða lenti á nokkurn hátt á Akureyrarbæ. Takk fyrir. Hallveigar Tómasson tekur til máls. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Hér beint til mín 3 spurningum og ég ætla að svara þeim með þeim hætti sem að stendur á svarblaði sem ég lét dreifa til bæjarfulltrúa. Ég ætla semst bara einfaldlega að lesa þessi svör upp, nákvæmlega eins og þau þarna standa. Spurningarnar voru í fyrsta lagi,
með leyfi forseta, hvað stendur í vegi fyrir því að þinglýst verði eignarhaldi Vaxtarræktarinnar EHF á fokeldri húseign Vaxtarræktarinnar EHF að skólastíg 4? Svarið er eftirfarandi. Megin ástæðan er greiðsla að upphæð krónur 590.350 krónur. Samkvæmt fasteignaskrá Íslands eru fasteignir Akureyrar enn skráður eigandi byggingarinnar en Vaxtarræktin EHF er skráð sem umráðandi. Samkvæmt þinglýsingarvottorði fyrir eignina er hún þinglýst á fasteignir Akureyrar og samkvæmt veðböndum sem þar koma fram hvílir á eigninni tryggingabréf að upphæð krónur 438 milljónir. Byggingin er 1993 fermetrar. Fasteignamat eignarinnar er krónur 147.250.000 og endurstofnverð krónur 200 milljónir. Óskað hefur eftir því við forsvarsmenn Íþróttaakademíunnar sem er byggingaraðili hússins að breyta eignarskráningu og þinglýsa eignina á Íþróttaakademíuna. Stimpilgjald við slíka eignarbreytingu er krónur 589.000, auk þinglýsingargjalds krónur 1.350 eða samtals krónur 590.350. Ljóst er að Íþróttaakademían á að greiða öll gjöld við eignarbreytinguna en fyrirtæki mun ekki gera það sjálfviljugt enda í fjárhagsörðugleikum. Bæjarlögmaður hefur rætt við þinglýsingarstjóra undanþágu frá greiðslu stimpilgjalds sem taldi að það væri skýlaus krafa greiðslu stimpil- og þinglýsingargjalds en benti á að möguleiki var að sækja undanþágu heimild til fjármálaráðuneytisins sem gaf þau svör að nýbúið var að taka ákvörðun í svipuðu máli og þar hefur lyktir verið þær að engin undanþága var gefin. Kostir í þessari stöðu er því annaðhvort að ganga frá afsali og að fasteignir Akureyrarbæjar greiði stimpilgjaldið eða sæta því ef eignin fer á nauðungarsölu að fasteignin verði skráð sem gerðarþoli og þannig birt í auglýsingu uppboð. Vaxtarræktin er reyndar skráð sem umráðandi eignar í fasteignamati og því gæti þess einnig verið getið í auglýsingu. Þó svo að eignin fari á nauðungarsölu myndi það ekki skaða bæinn á neinn hátt fjárhagslega. Nema að eini skaðinn væri sá að í auglýsingu kemur fram að gerðarþoli væru fasteignir Akureyrar. Og ég legg áherslu á það að svari við fyrstu spurningunni, hvers vegna ekki, er 590.350 krónur. Það er skýringin, sem við viljum ekki borga fyrir annan aðila. Önnur spurning, eru fordæmi fyrir því á Akureyri að einkaaðila sé heimilað að byggja á lóð til almenningsnota svo sem skólalóð eða íþróttasvæði? Svarið er svohljóðandi, með leyfi forseta. Hér er að ræða mjög stóra lóð sem er skipt í minni séreignarhluta eða matshluta. Ástæðan fyrir því er sú að aðeins er ein götutenging inn á lóðina með sameiginlegum bílastæðum og því er erfitt að skipta henni í fleiri minni lóðir. Eignaskiptasamningur fyrir lóðina skólastíg 4 var gerður í janúar 2008. Þar koma fram tölur skiptingu kostnaðar við sameiginleg bifreiðastæði á lóðinni og að lóðin er 13 matshlutar og er matshlutið 13 nýbygging fyrir heilsurækt. Engar sambærilega lóðir eru á Akureyri en fordæmi eru fyrir lóðaveitingum af þessu tagi í öðrum sveitarfélögum. Það er síðan ákvörðun bæjaryfirvalda á hverjum tíma hvort allir lóðarhlutarnir sem þarna eru nýttir til opinberrar starfsemi eða þeim ráðstafað til annarra nota. Umræða byggingu húsnæðis fyrir vaxtarræktar og heilsueflingastöð á þessu svæði á sér alllanga sögu og voru bæjaryfirvöld ávallt jákvæð fyrir þeirri hugmynd. Umsókn þessa lóð undir vaxtarræktarstöð eða heilsuræktarmiðstöð var lögð fram í bæjarráði þann 19. janúar 2006. Bæjarráð tók jákvætt í erindið og fól bæjarstjóra að ganga til viðræðna við umsækjanda. Afstaða bæjarráðs var einróma. Það er því ljóst að fulltrúar allra þeirra framboða sem sátu í bæjarráði á þessum tíma sáu ekkert athugavert við það, þó að einkaaðili fengi heimild til að byggja á hluta lóðarinnar. Þriðja spurning. Er tryggt að hvorki verði gefin út viljayfirlýsing eða leyfi fyrir næstu kosningar til einkaaðila að byggja á mikilvægri almenningslóð í eigu Akureyrarkaupstaðar? Svarið er stutt með leyfi forseta. Með vísan til ofangreinds, þar sé svarsins við annarra spurningu, þá ræðst það að vilja bæjarfulltrúa, rétt eins og þeir gáfu grænt ljós á það í byrjun árs 2006 að nýta þennan hluta lóðarinnar undir byggingu í einkaeign. Og þarna tel ég mig hafa svarað þessum spurningum eins og þær voru uppbornar og legg þetta svona fyrir bæjarstjórn. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Baldvin Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Hermanni Jóni bæjarstjóra fyrir góð svör og ástæðan fyrir því að við vekjum máls á þessu fyrst og fremst svo að bæjarbúar þeir spurja mikið út í þetta, sér í lagi þeir sem voru á móti byggingunni þarna inn á Sundlaugarsvæðinu og svo var nú kannski ekki alls hvort það rétt hjá bæjarstjóra að það ekki verið varað við því að minnihlutin varaði við úthlutun lóðarinnar á sínum tíma og það sem fólk að hugsa það náttúrulega fasteignagjöld af húsinu, dagsektirnar, hver greiðir fyrir lóðina sem verið að taka í gegn og allt þetta. Þurfum við ekki að biðja fólk afsökunar á þessu því þetta hefur farið illa í bæjarbúa og mikið umtalað. Nú þegar þrot byggingaraðilins ljóst þá vakna náttúrulega spurningar svona dýrt hús að það verður nú erfitt að koma því í leigu á þessum erfiðu tímum og hvað verður þá húsið og hvort að við getum nýtt okkar einhvern veginn fyrst að nú þarna inn á lóðarsvæðinu og kannski fengið það fyrir lítið ef það færi á nauðungur upp og annað. En fyrst og fremst að skýra út fyrir bæjarbúun hver á það, hver kemur til með að eiga það og af hverju það enn á skrá hjá fasteignum Akureyrar og með fasteignagjöld ef áfallin fasteignagjöld eitthvað af þeim í vanskilum, hver á þá að borga það? Takk. Bæjarfulltrúi Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Við höfum nokkuð sinnum rætt málefni þessara byggingar hér í bæjarstjórn áður. Enn oftar í bæjaráði og opinberu vettvangi. Þetta löng saga í rauninni. Byrjar á áhuga þessara aðila sem þarna vildu byggja og reyndar fleiri aðila sem þá voru í þessum hópi sem hafði áhuga á uppbyggingu á svæðinu, einhvers staðar á Sundlaugar, Brekkuskóla, Íþróttahallarsvæðinu. Ein hugmyndin var svo að þessir aðilar keyptu gömlu íþróttahúsin við Laugargötu og breyttu þeim. Það var meira að segja komið svo langt í samningaferli að í raun og veru voru það fyrst og fremst tæknilega atriði sem eftir voru. Þá kemur það bara í ljós við nánari skoðun að þörfin fyrir þessi litlu íþróttahús til íþróttakennslu var svo mikil og svo mikil að það var bara ekki mögulegt að leggja þau af sem slík. Íþróttahöllin ein og sér, hún ber ekki íþróttakennslu fyrir 3 til 4 skóla, svo vel megi vera. Þannig að sá möguleiki var frá. Þá færist þessi hugmyndavinna á þann stað þar sem þessi bygging í dag. Og byrjaði með hugmyndavinnu mjög lágreista byggingu, miklu minni byggingu og byggingu sem að mestu leyti var niðurgrafin og átti í raun og veru ekki að taka svo stóran hluta af svæðinu. Eins og hér hefur komið fram þá var velvilji í bæjarstjórn, sérstaklega í bæjarráði fyrir að skoða alla möguleika og sjálfum sér hugmyndafræðin bak við það að reka heilsurækt, líkansrækt, sjúkraþjálfun og jafnvel enn fleira við hliðina á Sundlaug. Sú hugmyndafræði afskaplega góð og við sjáum hvernig þróunin út allt land, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og reyndar miklu víðar þar sem verið að byggja líkansræktarstöðvar við Sundlaugar.
Sú hugmyndafræði er mjög góð og í raun og veru þjálfun í vatninu eitthvað sem að mun verða stærri og stærri hluti af líkamsrækt í framtíðinni. Það hins vegar á seinni stigum málsins sem að hlutirnir fara að ganga mjög óvanalega fyrir sig, mjög undarlega fyrir sig. Á ákveðnu stigi þarf að taka ákvörðun það hjá fyrrverandi meirihluta hvar ég átti sæti í, hvað skyldi gera gagnvart þessum aðilum. Og þá kemur það í ljós að í mínu flokki sem þá átti 3 bæjarfulltrúa var engin vilji fyrir því að byggja byggingu sem þessa á þessum stað. Þeim skilaboðum komið á framfæri og frá og með þeirri ákvörðun sem tekin snemma í mars 2006, þá vissi ég ekki betur sem bæjarfulltrúi í meirihlutanum, en þetta mál biði bara nýs meirihluta sem myndi þá taka ákvörðun það, því það virtist ekki vera eining milli þeirra flokka sem skipuðu síðasta meirihluta hvernig lenda skyldi þessu máli. Ég hafði ekki hugmynd það að það var undirritaður samningur við þessa aðila 1,5 sólarhringi fyrir kosningarnar vorið 2006. Menn geta sagt það sem við vilja fyrrverandi formann stjórnar fasteigna, Jakob Björnsson, og hans aðkoma að málinu, en hann hafði ekki hugmynd það að þessi samningur var undirritaður nokkrum klukkutímum fyrir kosningar. Hefur lagt æru sína og heiður að veði fyrir því að hann hafði ekki hugmynd og vissi raun og veru ekki að þessu samningi fyrir en síðla sumars. Félagi minn í meirihlutanum Gerður Jónsdóttir, hún hafði ekki hugmynd að þessi samningur var undirritaður. Stjórn fasteigna Akureyrarbæjar, þáverandi, hafði ekki hugmynd það, stór hluthafinni, að þessi samningur var undirritaður. Þetta allt saman mjög sérkennilega vinnubrögð og algjörlega einstök ef við skoðum sögu framkvæmda eins og þessarar að þetta skulle verið gert á þennan hátt. Og þetta í svona vægasta máta, þá var þetta mjög ófaglega vinnubrögð, svo ég takki nú ekki dýpra í árina. Ég gæti nefnt miklu ljótari hugrenninga mína gagnvart þessu heldur en þessar. Ég vil taka skýrt fram að virðing mín fyrir þeim aðila sem þarna vildi byggja líkamsræktarstöð, hún mikil. Ég vildi honum allt til besta í þessu máli og satt best að segja vonaði ég í upphafi þessa feris að það yrði lendingin að þeir getu keypt Laugagötu byggingarnar og byggt það líkamsræktarstöð. Þessi hús eru orðin mjög þreytt, þarf að fara í mikið viðhald fljótlega og það náttúrulega orðið líka svona kannski krafa tíma sem að íþróttakennsla fari fram í meira rými heldur svona litlum húsum, þó svo að fyrst og fremst vegna góðs mannafla sem að þessu komið í gegnum árið, þá hafa þetta nú verið ljómandi gott. En þessi bygging komin með þeim hætti sem að hafðu var á við þessa byggingu og langfarsalast hefði verið, fyrst að þetta var niðurstaðan, að starfsemin sem fyrirhuguð var í húsinu hefði komist á stað. Og við skulum ekkert alveg útiloka að svo verði. Auðvitað það langbest fyrst að þetta komið á þennan hátt. Ég sé ekki aðra nýtingamöguleika á þessu húsi í fljótu bragði. Það svo sem ýmislegt sem maður hefði getað sett út á hönnunina á seinni stigum. Og auðvitað eru gallar við það að reisa starfsemi eða hús með starfsemi eins og þessa alveg við Sundlaugarbakka. Megum ekki gleyma því að þessi sundlaug helsta kennslusundlaug Akureyrarbæjar og ég man ekki eftir því sem sundkennari við þessa sundlaug að ég hafi verið beðin leyfi til þess að þarna gætu jafnvel 100 manna hort á kennslustundir hjá mér og þá væntanlega hort á það nemendur sem að jafnvel ekkert allt úr hrifnir af því að hafa stúku fyrir ofan sig. Þetta bara eitt lítið dæmi. En
Það veit auðvitað enginn hvernig þetta mál mun þróast næstu vikur og mánuði. Og auðvitað hefði, ef að þessi kreppa hefði ekki skollið á okkur, þá hefði náttúrulega löngu verið komin á stað þarna starfsemi núna. Og við varum sjálfsagt ekkert að ræða mikið þessi mál núna. Það hefði sjálfsagt beðið næsta vors þegar með að fara að brýna sína kutta í örvæntingafulli leita að kjósendum sem vilja fylgja þeim að málum. En það alveg ljóst í mínum huga að þessi síðasti hluti að undirbúningi og ákvörðunartöku innan bæjarkerfisins mjög sérstakur og það hefur komið fram hér margsinnis áður. Það var auðvitað eins og bæjarfulltrúi Kristín nefndi hér áðan líka dapurlegt að það skyldi ekki vera hlustað á þá fjölmörgu sem reyndu að mótmæla fyrirhugari byggingu þá og í það minnst að fresta ákvörðunartöku og fara þá í það sem auðvitað átt að gera upphaflega og ég skal alveg viðurkenna mína ábyrgð því auðvitað átti bara að fara strax í upphafi í ákveðna þarfagreiningu fyrir sundlaugina á Akureyri, fyrir skólana þarna á lóðinni til margra áratug og sjá hvert ætlum okkur með þessi mannvirki. Og auðvitað hefði verið í mínum huga aldrei vafa á því að þarna átti bara að byggja upp sundlaugasvæði til langs tíma og þetta svæði sem að nú byggingin á og hluta til garðurinn, þetta átti náttúrulega bara að vera framtíðar uppbygginga sundlaugasvæði, öldulaugar, 50 metra sundlaugun, bara hvað sem og tengi svona, en þær fyriráætlanir eru fyrir bí og þess vegna eru komnar aðra hugmyndir og meðal annars að því að formaður íþróttaráðs sittur hér að þá hefur hann viðrað þá hugmyndir sínar að byggja 25 metra yfirbyggðarlaug í Nausthverfi, en ég held að sú umræða hefði aldrei farið á stað ef að þessu máli í Sundlaugargarðinum hefði lúknast öðruvísi. En auðvitað átti framtíðin að vera svona á þessu svæði og það hefði verið langeðlilegast að fara í þessa greiningu og fá niðurstöðu áður en þetta var svo endanlega afhent þessum aðilum sem ég ítreka enn og aftur að ég ber mikla virðingu sem fagmönnum í íþróttaþjálfun og vaxtarækt og óskaði sjálfum sér alls hins besta, en þessi ákvörðun, ekki síst hvernig hún var tekin, var því miður óheillaskref og hefði betur gerst öðruvísi og byggst öðruvísi á svæðinu. Ég nefndi það í ráðan að farsælast væri í stöðunni að þessi starfsemi færi á stað og kæmi á stað þá þar að segja þessi vaxtaræktarhluti, því að öðruvísi verður þetta hús bara hálfgert draugahús sem að erfitt verður að sjá fyrir hvernig við nýtum. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að þakka bæjarstjóra Hermanni Jóni Tómasinni fyrir afar skýr og greinagóð svör. Og ég tel að það sé gott að fá þessar upplýsingar á borðið. Og það er hvert orð satt, ég tek undir sem Jóhannes G. Bjarnason bæjarfulltrúi fór með hér áðan. Þetta náttúrulega ótrúlega furðuleg framvinda á þessu máli og hvernig að því var komið. Þráttur að bæjarráð hafa á sínu tíma verið jákvætt fyrir að skoða stöðuna. Það er kannski mátt til dæmis leita fleiri aðila að byggja. Það hefur verið hægt að fara í óska eftir tilboðum eins og gert var hjá Reykjavíkurborg. Það var hægt að snúa húsinu aðeins öðruvísi, það var hægt að gera þetta á margan annan hátt. Við skulum ekki grauta öllum málum saman og við skulum halda umræðinu það hvort að líkamsrækt sé nauðsynlega eða ekki bara utan við þetta. Ég fer nú ekki að ræða það sé ekki einhverjir, og síður en svo þó ég hafi ekki verið að hæla þeim sem hafa rekið vaxtaræktina, þá er það auðvitað bara bráðnauðsynleg starfsemi. En við erum bara að sleppa því hér og ég ber mikla virðingu fyrir þeim sem stunda það að leggja það að ævistarfi, þjálfun og líkamsrækt. En ég tók eftir því líka að það var talað íþróttaakademíuna og ég held að þetta væri vaxtaræktin í EHF
en Íþróttaakademían væri þarna, hún var nefnd nokkur sinnum og ég held að það hefði verið vaxtarektar eða vaxtarsamningurinn og einhver lýðheilsu umræða sem kom þar inn í á upphafi og ég kynnti með málið og veit ekki betur en að þeir hafi verið komnir algjörlega út úr þeirri hugmyndum að vera með í rekstri hérna. En af því að málið þannig vaxið, þá þetta algjörlega nauðsynlegt að hafa líkamsrækt á þessu stað og í þessu húsi, fyrst og fremst. Það þetta byggt fyrir það. Það byggt í lýðheilsu anda og við viljum auðvitað hafa þennan rekstur þá, fyrst að búið að byggja húsi sérstaklega fyrir það. En af því að þetta á þessari stóru sameiginlegu lóð, þá verðum við að fylgjast nái með því hvað framundan. Það vantar húsnæði fyrir alls konar rekstur. Við félagsmálaráð gæti hæglega að hugsa sér að skoða hvort þetta væri gott fyrir dagvistun fatlaðra, við getum skoða skammtímavistun, við getum skoða þetta fyrir marga þætti eða þjálfun fatlaðra á ýmsan máta. Það dagvist aldraðra, það dagvist fatlaðra, skammtímavistun og ýmislegt annað. En ég ætla líka að vona það, eins og ég sagði hér fyrir nokkrum fundum síðan, að þetta standi ekki bókstaflega eins og hauskúpa þarna. Yfirgefið með augntóttir bara. Og það verður að koma þessu húsi í rekstur. Og það auðvitað afar dýrt að vera fátækur. Það hefði, ef húsið fer ekki bara rakleitt núna í rekstur hjá vaxtaræktinni EHF, þá held ég að við ættum að blanda okkur í máli. Takk fyrir. Orðið laust undir þessu leið og það bæjarfulltrúi Þórarinn B. Jónsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð nú að koma aðeins inn í þetta mála því að ég satt nú í bæjarráði á þessum fundi þegar þetta var nú samþykkt að fela bæjarstjóra að ganga til viðræðna við umsækjandann og það voru engar mótbárur hjá neinum einasta manni á þeim fundi sem sátu þá í bæjarráði og það áttu allir flokkarnir þar sinn talsmann. Þannig að ég verð nú að segja það, vinur mig Jóhannes, að það kemur ennþá meira óvart að framsóknarmenn væri á móti þessum gjörningi en þess að ég vissi ekki betur heldur en að þeir væri að vinna mjög vel saman, þá var endi bæjarstjóri og formaður bæjarráðs að þessu máli og ég allavega mitt minni þannig að þetta hafi verið farið yfir þetta mál á einhverjum meirihlutafundum sem að voru frá janúar til maí mánaðar. Allavega sá ég einhverja skissur að því hvernig þetta kæmi til með að líti út, hvort að það voru endanlegar eða í upphafi, ég man það nú reyndar ekki. En ég held að það hafi verið unnið að heilindum af þessu máli og að bæjarstjóri gekk til verksins og kláraði það fyrir kosningar þetta sama ár, eða hann einhverjum 4 mánuðum seinna. Og ég held að það hafi verið miklu eðlilegra að ganga frá þess á þeim í þessari bæjarstjórn heldur að skilja það eftir og klára til næstu bæjarstjórnar. Þannig að ég held að þetta hafi allt verið unnið á hinn eðlilegasta máta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það alveg rétt sem bæjarfulltrúi Þórarinn segir að þetta mál komin á borð, eins og ég nefndi áðan, hjá fyrrverandi meirihluta oftar en einu sinni. Ég nefndi það líka áðan að upphaflega var ætlun þessara aðila að kaupa Laugargötuhúsin, sem reyndi svo ekki mögulegt, og þar með í raun og veru hófst það ferli sem endaði svo með því að þessi bygging reis á þessu svæði. Ég nefndi það líka áðan að það voru fyrst nefndar hugmyndir byggingu sem litu allt öðruvísi út og koma mínu viti hugsanlega til greina sem slíkar. Það fyrstu hugmyndir sem ég sá. En þessi hugmynd að byggingu, þessi teikning og þetta hús sem þarna reis, það kom aldrei inn á meirihlutafund. Aldrei. Og eins og ég sagði áðan og ítrekka aftur að þegar að þessi samningur var undirritaður, örfáum klukkutímum fyrir síðustu kosningar, þá hafði ég og aðrir bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins ekki hugmynd það að það stæði til. Og það hlýtur að vera í svona stóru máli afskaplega sérkennileg vinnubrögð. Og eins og ég sagði hér áðan, ég hef orð fyrrverandi formanns stjórnar
fasteigna, Jakobs Björnsson fyrir því, auðvitað vann hann að þessu máli alveg svo við hinn. Hann eins og ég nefndi líka á hann, það var ákveðnum tímapunkti sem við sögðum bara nei, þetta er komið út í vitleysu, þetta er allt of stórt. Það er engin eining um þetta á þennan hátt. Nú er alveg að koma kosningar, við skulum láta nýja bæjarstjórn taka ákvörðun um þetta. Þetta var ferlið eins og það var. Það kom allan tíman til greina að byggja á svæðinu, allan tíman. En svo sýndi sig vel í því að það var í raun og veru bara heslumunur og strandaði eingöngu á því álagi sem var á Laugardalshúsunum, að þessi aðilar hefur fengið þá lóð til þess að byggja. Og það hefði bara verið allt annað mál uppi í dag ef það hefði gengið eftir. En mín lokaorð verða þessi, í þessu máli núna, þessir aðilar sem þarna koma að, ekki síst líka þeir sem upphaflega voru í þessu teymi sem þarna ætlaði að byggja, sem var sjúkraþjálfun Efling, þeir eru allt gott skilið. Þeir áttu í raun og veru mikinn vilja inn í síðustu bæjarstjórn til þess að byggja þessu svæði. Það endaði hins vegar með allt of stóri byggingu, allt of nálægt sundlauginni, sem eyðilagði uppbyggingamöguleika sundlaugina til framtíðar. Við það gat ég ekki sætt mig og hélt að máli væri komið í það farveg sem ég nefndi hér áðan. Svo var ekki og því er verð. Bæjarfulltrúi Baldvin Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst líka rétt að taka fram að líkamsrækt er samkeppnisstarfsemi og ef það var mikil þörf á því að reisa líkamsræktarstöð við sundlaugina þá var ekkert auglýst eftir aðila til þess arna og lóðin var ekkert auglýst en það sem gert var í Laugum í Reykjavík var auglýst eftir rekstraraðila fyrir þessa starfsemi og síðan valið úr. En það var viljayfirlýsing sem var framin þarna í skjóli myrkurs af 3 aðilum rétt fyrir kosningar en ekki samningur og ég fullyrði eftir að ég hef talað við vin minn Jakob Björnsson að honum var ekkert kunnugt neinn samning. Á lokum, ég held að við höfum klúðrað þessu máli illilega, orðið okkur pínu til skammar og við eigum að biðja þetta fólk afsökunar sem mótmælti og reyndi að koma vitinu fyrir okkur. Og að ef það verður ekki líkamsrækt í þessu húsi eða eitthvað heilsutengt þá þykir mér áríðandi að Akureyrarbær hafi eitthvað með að segja hvað gert verði við húsið. Takk. Forseti óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mál er búið að koma ítrekað fyrir bæði í bæjaráði, fasteignum og hér inni. Ekki fyrsta skipti sem við erum að ræða þetta hér og ég held satt best að segja að þetta væri útrætt. Það var lagt fram mjög greinagott minnisblað af hálfu framkvæmdastjóra fasteigna í stjórn fasteigna núna fyrir mánuði síðan þegar ljóst var að fyrirtæki sem er að byggja þetta hús stefnir í þrot. Og því miður er fyrrverandi bæjarstjóri Kristján Þór Júlíusson ekki viðstaddur hennar fund. Hann ætlaði sér að verða og ætlaði sér að svara hér ákveðnum atriðum en var óvænt kallaður á fund fjárlaganefndar sem hann gat ekki vikist undan. Og ég geri ráð fyrir því að hann svari þessu á öðrum vettvangi og mun beina því til hans að nauðsyn beri til þess að þetta mál veri klárað í eitt skipti fyrir öll. Því að þetta var svo sannarlega ekki gert í skjóli myrkurs eða með einhverju leyndarmakki. Það var full vitneskju um þetta. Það var fullur áhugi innan bæjarráðs, innan íþróttaráðs sem ræddi þetta á sínum tíma, á síðasta kjörtímabili, það að það væri skynsamlegt og gott að setja þarna niður líkamsræktarstöð við hliðina á sundlauginni. Ég ætla ekki að fara hártogast hér gildi líkamsræktar eða sunds eða eitthvað. Og það er önnur umræða. En ég fullyrði það að umræðan þetta mál var algjörlega fyrir opnum tjöldum. Algjörlega fyrir opnum tjöldum. En það hefði maður aldrei tekið þátt í neinu öðru. Nú, þær framkvæmdir sem eru núna í gangi verið að vinna hálfu Akureyrarbæjar fyrir tryggingafé sem að Landsbankinn í ábyrgð fyrir gagnvart verktakanum
og það er ekki að kostna bæjarins. Mér fannst gæti einhvers misskilnings, ég veit ekki hvort að ég hafi túlkað í máli bæjarfulltrúa Kristínar, en það er ekki, við erum ekki að greiða fyrir þessa framkvæmdir. Það er Landsbankinn sem að verður væntanlega, eða er orðin eigandi þessa hús sem að greiðir það og er að ljúka þeim framkvæmdum sem að þannig að lóðin verði umgengnishæf. Það er líka þinglist kvöð á húsinu að þetta sé líkamsræktarstöð. Það er ekki það að ræða að það verði sett inn eitthvað sambýli eða einhver stofnun á hálfu bæjarins. Þetta vantar okkur ekki húsnæði, við erum frekar að losna við húsnæði heldur en hitt, að eignast fleiri fasteignir. Og hún er þinglist á húsið að þarna skuli verða líkams- eða heilsurækt og það kallar þá á algjöra breytingu á þeirri kvöð ef við ætlum okkur að gera eitthvað annað. Ég legg til að við látum þetta mál klárast, að þetta gangi sinn gang í sínu þrotabúi sem að væntanlega verður þá í eigu Landsbankans eða þeirra bankar sem eiga þarna kröfur. Og það mun taka sinn tíma, væntanlega sjáum við út úr þessu núna í lok sumars eða haustmánuðum, hvernig þessu máli lyktar. En það er ekkert annað fyrir okkur að gera heldur en að láta þetta ganga sinn lögformlega feril. Bæjarfulltrúi Helena Karlsdóttir tekur næstu máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Umræðan núna hefur svolítið einkennst af umræðu fortíðina, tilurð þessa máls, en ekki það sem máli snýst það er hver er staðan í dag, hver er staða málsins og hvað erum við að fjalla hérna. Það sem við erum að fjalla hérna núna er það að fasteignir Akureyrarbæjar eru skráðar eigendur af þessari fasteign og þeim úrræðum sem við stöndum fyrir til að koma réttum eiganda eða réttum aðila og að hann verði skráður í þinglýsingabækur. Eins og fram kemur í svari bæjarstjóra þá er það núverandi lóðarhafi sem á að greiða þessi þinglýsingagjöld en hann hefur ekki gert það. Það er hins vegar áhöldum þá, maður heyrir, svo sem veit ekki nákvæmlega hvað er að gerast en stundum heyrir maður að Landsbankinn sé búin að taka yfir eignina en í annar stað ekki. Það er alveg ljóst að byggingaverktakinn hann er ekki farin í þrot ennþá. Þannig að það er spurning hver það er í dag sem er raunverulega eigandinn, en væntanlega er það Landsbankinn sem viðhafi í þessari fasteign. Hvort það er Landsbankinn sem ætti að greiða þinglýsingagjöldin eða hvort það er verktakinn sjálfur. En það sem að brýnt í þessu máli, það er að koma því á hreint. Það er að réttur aðili sé skráður í þinglýsingabækur og hjá fasteignaskrá ríkisins. Það sem við stöndum frammi fyrir, eins og kom fram í svari bæjarstjóra, er það hvort að bærinn ætlar að greiða þinglýsingagjöldin eða hvort að við eigum bara að láta hlutina hafa sinn gang, það er að segja að eignin fari á uppboð og Akureyrarbær verði skráður sem gerðarþoli. Það kom fram í minnisblaði bæjarlögmann sem að lagt var fram í fasteignum Akureyrar að gerist það, þá þurfum við að hafa samband við kröfuhafa það að afmá Akureyrarbæ af vanskilaskrá og ef það er hægt þá er það alveg ljóst í mínum huga að við eigum ekki, það er að segja bærinn, á ekki að gangast undir það að greiða þinglýsingagjöldin fyrir íþróttaakademíuna. Það er allavega alveg klárt í mínum huga. Við höfum þá frekar að fara þá leið að bærinn verði skráður gerðarþoli og bærinn verði það afmaður af vanskilaskrá. Ef að bærinn gerir þetta, þá getur þetta að skapa hættulegt fordæmi hvort öðrum. Þannig að það er alveg klárt í mínum huga, en við þurfum hins vegar að taka ákvörðun það hvað við ætlum að gera og það þarf bara að ræðast á vettvangi bæjarins. En þetta er afar óheppileg þróun hvernig þetta mál hefur þróast og ég vil bara lýsa það að ég er sjálf persónulega óánægð með hvernig þetta hefur þróast því að ég hefði viljað sjá að þetta hefði bara gengið eins og venjuleg mál ganga fyrir að þegar að viðkomandi er komið með lögðulegu samningi í hendurnar að þá er hún þinglýst og er þá þinglýst á réttan eiganda. Væntanlega ef að þetta fer sína leið og fer í þrot og eignin verður seld nauðungarsölu að það mun væntanlega sá sem kaupir eignina, hann mun vera skráður það í þinglýsingabækur þannig að þá er spurning hvort að málið sé þá ekki leyst. Takk.
Orðið er laust undir þessu leið. Það er ekki fleiri óska eftir að taka til máls, þannig að umræðu 7. lið skólastig 4 er lokið.